Ágætu skuldafangar þessa lands, verið hjartalega velkomin á samstöðufund. Ég hef enga sérstaka ánægju því að þurfa að koma hingað í dag, né aðra laugardaga. En ég verð að mæta, svo ég get sagt börnunum mínum að mamma reyndi allt sem hún gat. Ég er hér mætt til að segja ykkur sögu af einstæðri móður með 3 börn sem er atvinnulaus vegna þess að nokkrir glæpamenn setti þjóðfélagið á hausinn. Þetta er sönn saga, þetta er saga af mér. Ég er viðskiptafræðingur og sérhæfði mig í logistik sem gengur út á að hagræða og spara eins og mögulegt er. Sem sagt að finna bestu lausnina. Ég hef nýtt mér þessa menntun til að reka heimili mitt. Af hverju er ég þá að verða gjaldþrota í dag? Af hverju eru börni mín að verða heimilislaus? Af hverju er ég að verða glæpamaður í þjóðfélaginu? Jú, vegna þess eins og sagt í áramótaskaupinu, það tókst að bjarga skuldunum mínum. Fjölmiðlar og stjórnmálamenn landsins eru mjög duglegir við að telja okkur trú að við eigum skilið að borga reikninginn vegna þess að við erum neyslufíklar og ekkert annað. Við getum sjálfum okkur kennt hvernig fór. Ég er ekki neyslufíkill. Örbylgjuofninn minn er 18 ára gamall og sófi minn stendur á 3 fótum og bókabunga. Voru flatskjáður, orsök bankahrunsins. Margir vilja bendla inn almenna borgara við bankahrunið og þá í sér í lagi með kaupum og nytsamlegum hlutum eins og flatskjá. Ég á ekki flatskjá og er ekki í þeim hópi. Ég bý í 50 fermetra risíbúð og plássleysið er orðið verulegt vandamál hjá okkur í fjölskyldinu enda erum við 4 sem búum þar. Í stofunni er skeggur undir eldgamall 28 tómur Sony túbusjómar sem er 120 cm breiður og 80 cm djúpur sem gera 0,96 fermetra. Markaðsvirði íbúðarinnar er 240.000 á fermetra þar sem margir ósamþykktir fermetra fara undir ris. Með því einu að kaupa nýmóðins flatsjómar á krónur 179.999 og hengja upp á vegg hefðum við getað fengið tilbaka auka pláss sem okkur bráðvandar í stofuna en samkvæmt markaðsvirði eru 0,96 fermetrar 230.400 krónur. Þannig hefðum við getað sparað okkur 50.401 á því að kaupa okkur flatsjómar. En það var eins gott ég gerði það ekki því þá var ég neyslufíkill. Svo er það bíllinn minn, eins og ég sagði áðan, þá er ég menntuð í að hagræða og spara, svo ég reiknaði dæmi mjög vel áður en ég fjárfesti í notuðum, litlum, sparneytlum bíl fyrir 1,6 milljón. Ég tók myntkörfulán, ég á með tekjur í erlendri mynt og ekkert athugverk í það. Ég er búinn að borga þessa 1,6 milljón, og gott betur en það. Ég er búinn að borga þessum bíl í 2,5 ár og lánið stendur í 3,6 milljónum. Vill einhver kaupa Honda Jazz 2006 fyrir 3,6, ég get látið 100% lán fylgja. En hverjir áttu hugmyndina á myntkörfulánum? Myntkörfulán sem ráðgjafar bankana sögðu glórulaus fyrir fólk að taka á sínum tíma á þeim forsendum að öruggast væri að fá lán í sama gjaldmiðli og tekið lántakans. Af hverju breyttu bankarnir skoðun skyndilega? Vissu þeir eitthvað meira en almenningur? Stærstu eigendur Kaupþings, Lýsingar, Exista og Kjalar tóku stöðu gegn íslensku krónunni og meðan þeir létu fjármálastofnanna sínar dæla út myntkörfulánum til almennings. Núna gera þessi sömu aðilar kröfur í gömlu bankana upp á ríflega 300 milljarða fyrir það eitt að gera gjaldeyrissamning við sjálfan sig. Þetta er helmingur Icesave-skuldarinnar. 300.000 milljónir. Þeir tóku 300.000 milljóna stöðu gegn íslensku krónunni. Þeir tóku 300.000 milljóna stöðu gegn íslensku þjóðinni. Þeir tóku 300.000 milljóna stöðu gegn börnunum okkar og barnabörnum. Þeir létu saklaust fólk taka lán í erlendri mynt þegar þeir sjálfir voru að undirbúa sig fyrir gengishrunið sem átti að bjarga þeim frá botnlausum skuldum á kostnað almennings. Þetta eru glæpamennirnir en ekki við. Og hvað gera stjórnvöld til að hjálpa okkur? Þeir láta fórnarlömbin semja sjálf við gerendur.
Svo eru stjórnvöldin að liðka fyrir viðskiptum þessa glæpamanna sem ganga enn lausir og lifa í vellestingum fyrir þýfið. Peninga sem ég ætla að nota til að sjá fyrir heimilið mitt og brauðfæða börnin mín. Ég vil segja við þá sem bera ábyrgð á hruninu, verði ykkur á góðu. Þetta eru blóðpeningar. Skiluðu peningunum strax! Og hvar er verkalýðsforystan? Kristinn Örn, formaður VR, sagður í leiðara síðasta VR-blaðs: þrátt fyrir kerfishrun er þó merkilegt til þess að hugsa hver staðan okkar í raun og veru er góð. Einnig hafa gerðar ráðstafanir til þess að tryggja það að flestir þeir sem eiga við greiðsluerfiðleika að stríða geta haldið húsnæði sínu og þurfa ekki að fara á vergang sem er með ólíkindum gott. Er þetta ásættanleg vinnubrauð verkalýðsforystunnar? Værum við hérna ef staðan okkar væri merkilega góð? Mér finnst þetta með ólíkindum lélegt. Í hvaða draumaheim lifa þessi menn? Eina fólkið frá verkalýðsbaráttu sem hefur mætt hérna til að berjast fyrir launafólkinu í landinu, sem sagt okkur, eru þeir Ragnar Þór Ingólfsson og Bjarki Steingrímsson. En hvað þýtt Bjarki að launum frá stjórnarmönnum VR? Hann fekk skít og skömm með vantrauststillögu á sig sem varaformann VR. Ég spyr, hvar er Ástarund, hinn nýji varaformaður VR? Hún var mjög dugleg að útúða verðtryggingunni áður en hún komst í launusæti innan verkalýðshreyfingarinnar. Hún þarf kannski ekkert á þessu að halda í dag. Við fáum ekkert upp í hendurnar, gott fólk. Við verðum að gera þetta sjálf. Það hjálpar okkur enginn. Við horfum upp á stórfelldan þjófnað í fasteignum landsmanna í formi verðbóta og myntkörfulána. Hér er ekki samfélag útvaldra sem græða á kostnað almennings í landinu. Gróðin er engin snill og hinir útvöldu er engin snillingar. Hinir útvöldu eru nútímavæddir þjófar og þjófnaður fyrir fram í skjóli bankaleyndar og þagnarskyldu. Þjófnaðurinn fyrir fram hábjartan dag, beint fyrir fram að nefina okkar, undir verndarvæng ríkisstjórnara og aðilar vinnumarkaðarins. Gleymum því ekki að það erum við sem eigum lífeyrissjóðina. Gleymum því ekki að það erum við sem greiðum stéttarfélagsgjöldin. Gleymum því ekki að það erum við sem greiðum launin hjá fólkinu þarna inni. Gleymum því ekki að þetta fólk er í vinnu hjá okkur fyrir okkur, en ekki öfugt. Gleymum því aldrei að það erum við sem getum þessu breytt. Og gleymum því ekki að við almenningurinn erum ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.